Góðan daginn og velkomin í þátt númer 109 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Nú í dag er mánudagurinn 19. apríl og síðasti þáttur var tekinn upp 15. mars. Þannig að það er komin rétt rúmur mánuður og ég bara biðst forláts. Það er bara búið að vera crazy að gera. Segja ykkur frá því öllu á eftir. En ég bara vil bjóða alla gamla og nýja hjartanlega velkomna og ég ætlaði mér alls ekki að klikka svona, en ég klikkaði svo sem ekkert. Ég var bara að vinna í verkefni sem ég gat ekkert sýnt, þannig að og lagði bara ofur áherslu á að keyra þau frá mér eins og venjulega þegar ég er að gera eitthvað fyrir Steven og þannig að ég varð að gefa mig líka smá rými þegar ég var búin með það til þess að klára eitthvað til þess að sýna ykkur. Nú, mig er að finna á Instagram og Ravelli sem Helga A71 og svo er ég með líka sokkasnákar Helgu á Instagram og svo er ég með sameinaða Facebook síðu núna verkefnitöskur Helgu og sokkasnákar Helgu. Það er verkefnitöskur Helgu / sokkasnákar Helgu. Bara mun einfaldara af því að það er orðið eitthvað svona flækjustig hérna í svona like síðum. Og eins og þið heyrið þá er ég alveg duglega kvefuð en ekki COVID, bara kvef sem annað hver maður einn á skaganum með virðist vera. Þannig að þið afsakið svona smá svona nef. En það er ekkert eftir neinu að bíða. Fyrstu 2 klárin get ég ekki sýnt ykkur en það voru 2 þokkalega stór verkefni fyrir Steven sem ég er búin að skila af mér og sýna ykkur þegar ég má það. Það var alveg 5 og 6 hespu verkefni cirka bát til að frá nokkur grömm, þannig að það tók drjúgan tíma. Síðan er það Volcano Trail eftir Maxim Sör. Ég langaði alveg ógeðslega að gera þetta og peppaðist ennþá meira upp þegar ég sá Magneu vinkonu vera búin að gera. En þetta er svona hálskragi úr maður heldur semst á 2 þráðum af fingring gróflega bandi. Og þú prjóna fyrst í hring þetta slétta, síðan ferðu bara að prjóna fram og tilbaka og sauma saman. Þið afsakið sólina sem er að klína sig hérna. Og kannski lagast líka myndgæðin svolítið, það kom nýr sími í partíið. Allt ykkur að þakka. Takk. Og sauma saman aftan á bara þegar þetta er búið og aftur gerður í hring annar hólkur sem er svo saumaður saman innan frá og svo er svona útvíkkun og sagt hvenær maður á að byrja að bæta nýjum lit. Ég er eitthvað voða svak fyrir svona krögum. Þetta er ógeðslega næs að maður þarf að vera svona svolítið pakkaður að skella þessu á. Svo sá ég að Magnea hafði líka gert húfu úr afgöngunum og ég náttúrulega bara apaði það eftir. Fitja upp á 2 bandi að mig minnir 104 lykkjur og marlaði einhvern veginn og gerði svo bara einhverju hefðbundna úrtöku. Og ég gerði þetta á 3,5 mm prjóna og húfuna og hvað er þetta? Já. Og ég gerði kragan á uppgefna prjónastærð sem að ég bara man ekki hver var og hef ekki skrifað það í bókina mína góðu, en ég gerði bara eins og ég segi uppgefna prjónastærð
Og þetta, það er náttúrulega voða viðeigandi að vera að prjóna svona Volcano, hérna er nafnið, Volcano Trail, í ljósi þess að við erum með gos í gangi. Fyrst þú kemst ekki alveg strax í gosi, þá bara prjóna maður sér sitt eigi gos. En þetta er meira minna úr gatni frá henni Judith, vinkonum minn í Kanada. Ógeðslega fancy, eitthvað djúsi gott. Og þá er hárið farið í rugl. Ég reyndar hérna er ekki búin að þvoa húfuna. Ég hugsa ég gera það ekki góð svona þétt, en ég þvoði hins vegar kragann og fríska upp hann. Og þetta er mjög skemmtilegt að gera þetta. Það er gaman að gera þetta spor hérna eftir á í. Hérna, svona gerir ótrúlega mikið. Og þá er þetta fyrsti liturinn sem að fyrir hérna í gegn. Og bara mjög góð uppskrift og auðvelt að fara eftir henni og maður er alveg mataður eins og svo oft með þessar erlendu uppskriftir. Eitthvað annað en þessar íslensku gömlu góðu. Maður svona pínur reykur í rúðastan sem maður fer að prjóna úr ísteksbókum í dag, en það er ekkert mál. Það er bara svo fyndið hvað maður er góðu vanur. Nú, svo gerði ég þyrnirósa samfellu og ef ég finn mynd þá smelli ég henni inn hér. En þetta gerði ég á hana Valdísi mína úr Babyoll Lanet. Bara þessari klassísku hvítu á 30 mm prjóna og þá fóru akkúrat 200 grömm í hennar stærð. Ég held ég að gert 3 til 6 mánaða og lengdana pínupóns. Og hún var bara mjög fín. Þannig að hún var bara algjör dúlla í þessu, náttúrulega. Síðan gerði ég, og þyrnirósa samfellan er eftir Gunnhildi Evu og hún gengur undir nafninu @knits by Gunnhildur á Instagram. Svo gerði ég Brekkvík vestið sem er inn á knitknit.is og var að klára það núna helgina. Það er búið að vera svolítið lengi í vinnslu þó það sé ekki stórt, en þetta er plötulopi sem ég þoli illa orðið að prjóna úr, sérstaklega þessum nýrri, og ég ákvað nú tækifæri fyrst ég var svona drullkvefuð að klára þetta. Þá er ég ekkert, þá er, þú veist, og ég er kortið þá þau eru í kringum munnvikin og nefið og augun og allt þetta, þannig að ég bara dreif því, og að því ég er ennþá kvefið og pínslöpp þá er ég að kafna, svo ég ætla bara að fara úr vestinu og líka þegar sólin er farin að glenna sig hérna. En þetta er bara mjög einföld og þægileg og góð uppskrift og ég gerði medium á 8 mm bolinn og 6,5 mm strófið og þá fóru 168 grömm, nei 164, sorry, í hana. Og það er alls ekkert úr vegi að maður er að gera fleiri svona, en þá ekki endilega úr lopa, því að bara, og svo líka þegar ég fór að þvo þetta í gær, þetta skipti lit, það var svo mikið verksmiðjuryk í þessu, það var rosalegt. Ég var að gleyma því hvað situr mikið í öllinni fyrst. En hún verður æði fyrst að veturinn er komin aftur. Vaknar maður bara upp hérna og alltaf kafi snjá. Þannig að þá er ég búin með klárinn og komið að verkum í vinnslu. Sko þú veist, gömlu verkefnin, það er hérna 1, 2, 3, 4, 5 sokkapókin, eða sokkasnöppapókin og eitt teppi. Það eru 6 pluss sokkasnákarnir af gömlum verkefnum hana. Þegar ég var búin með verkefnin frá Stephen, þá var ég svo ógeðslega ánægð með mig að ég ákvað bara að fitja upp á, taka fitjunarkast. Úr þessu sem að ég var reyndar búin að sýna fyrir daginn, síðasta eða þar síðasta þætti. Þannig að ég fitjaði upp á því allir. Og fyrst var það göl sem að er eitt af
krögunum sem að Mína Philip, the knitting expert, hannaði í kringum perknesku teppin. Hún náttúrulega frá Íran, foreldrar hennar, og þannig að hún var svona að fara aðeins í upprunan sinn og göl í farsi þýðir sérst blóm og það grunnurinn svona mótífið í sérst blóm eru oft notuð í þessa perknesku mottur og hún svona að draga það út úr mottunni í þessu munstri og þetta bara mjög plain og ég var aðeins þegar ég var að byrja á þessu þá var ég aðeins að lesa og ég sá mér til ánægju að það notað Westwool Tandem sem rosalega miklu uppáhaldi hjá mig. Það Gatnaðans Stevens og sem að ég hef verið svo heppin að fá að vinna helling með. En ég næstum búin með eina endurtekningu af þessum blómum. Það eru 300 lykkjur á prjónunum, þannig að þetta verður eitthvað svaðalegt. Ég bara að fylgja uppskriftinni. Og ég að nota túkkuvúl sem að ég gerði með peysu úr daginn og hún pínu flegin, þannig að mér langaði að gera djús í kraga. Það verður svona útivista peysan í sumar. Og svo ger ég örugglega sokka á rafganginum. Þetta alveg geggjuð ull. Bara elska hana. Og þetta sérst hvíti liturinn. Svo ég bara með alla litina sem ég var með í peysunni. Hvíti verður sérst grunnliturinn í kraganum og peysunni. Og svo hitt bara blanda með og þetta svona samvinnu tösku eftir mig og systur mína. Systur mín rosalega bútari og þetta eitthvað svona sem skarst af í eitthvað sem hún var að gera. Og ég hendi því í tösku handa moi af því að maður á aldrei nóg töskum, sagði enginn aldrei. Menna þú veist, maður verður að eiga nóg á töskum fyrir hvert og eitt verkefni, skal ég segja ykkur. Ég að nota prjónastærð 3,75 í Chiago uppáhaldinu mínu. Ég með 2 svona sett sem ég nota allra mest stutta prjóna og lengri prjóna. Og já, ég bara elska þetta. Þannig að þetta fyrsta verk í vinnslu. Svo ég að gera annan kraga sem mér búið að langa til þess að gera bara síðan ég veit. Síðan að hún Amy hjá Stranded Dye Works gerði sinn og gaf út svona svona leiðbeiningar hvernig á að gera þetta. Hún vill ekki kalla þetta uppskrift. En þá sem sagt maður að vinna með minni með 5 gramma hespur. Ég með bara alls konar svona mini hespur. Og svo alltaf einhvern hreinan lit á milli. Og maður gerir bara, maður fitjar, þú veist, ég má alveg tala þetta því þetta frítt á Ravelli og hún kallar þetta litmúskál. Perfect for minusgains og leftovers. Og þetta Amy okkar sem við flest þekkjum, sem Stranded Dye Works. Og maður þarf cirka 225 gram af fingering grófleika. Og hún notar 100 gram af bara ólituðu Merino-jakk og 24 stykki af 5 gramma mini hespum. Nema hún var að nota eitthvað 24 5 gramma mini hespur frá Canon Hand Dyes í Fall Rainbow colorway eða sérst lita seríunni og hún með það litað á Bruce Jack þannig að það grátt í tónin jakkið og svo litað ofan og þannig að verður svona mjútaður liturinn einhvern veginn. En ég bara ég er með Baby Panda ráma, þetta svo mjúkt að það alveg verið nú.
Og svo er ég bara með alls konar svona sem ég týndi úr öllum smá hespunum mínum, eitthvað sem mér finnst alveg geggjað og tek þetta bara random upp. Maður fitir semst upp á 100 lykkjum með svona hekluðu uppfiti og svo prjóna ég 11 umferð, skipti það 11, skipti 11, skipti 11, 11, 11. Og ég reyni alltaf allavega að vefa með stífen vífen aðferðinni jafnóðum. Það var engin frágangur í restina. Og svo er þetta bara að likkja saman. Þetta lausa uppfit er bara að setja á annan prjón og svo likkja saman í restina. Og þetta er bara svona geggja næs seint á kvöldin prjón þegar hausinn er orðinn þreyttur. En svona búin að vera svolítið undanfarna vikur. Sjálfsög kaffi og ég er að reyna að kalla sumarfuglana hérna og losa okkur við veturinn. Síðan er það Sinchestra peysan eftir hana Ellie hjá Skein Beer. Hún lítur svona út, svona fallegur bekkur hérna í miðjunni, bæði framan og aftan. Og ég er að nota í þetta sem byrjar á ermunum. Og ég er að nota í þetta Vassnes frá henni Kristínu, Vassnes Jarn, Tweed DK í litnum Karol. Og það er að gefa upp DK í peysuna og ég var ekkert að... Ég gæti alveg náttúrulega að tala núna, þú veist, þetta er svona, má segja að þetta sé prjónni. Þannig að ég gæti alveg kíkt á það og aðtöku hver í stand, en ég er annars að prjóna á 4,5 mm og 4 mm úr þessu. Og ég er þá með bara áferðina sem ég fíla og hérna, ég get alveg kíkt ef ykkur líður betur á prjónafestuna og aðtöku hvort við séum ekki alveg með þetta, segir svona. Þannig að þetta er bræði. Ég er búin að vera mikið að spá í hvað ég ætti að nota þessa fegurð í. Með 5 svona, þannig ég er alveg örugg með að hafa nóg í þetta. Ég er ekki að taka einhver áhættu eins og Ellie er svo fræg fyrir þegar hún er að prjóna. Hún er alltaf gerir of mikið af svona stuttum peysum af því að hún á ekki nóg, hann vantar eina hesp upp á eða hálfa eða eitthvað álíka. Mjög fyndið sko, en já, það er svo sem ekkert meira það að segja en að hún er komin að stað og það verður náttúrulega ógeðslega gaman þegar ég má byrja á bollunum og fara að gera mynstri og sniðugt hjá henni og líka í næstu peysu eftir þá er maður látið byrja á peysunum, nei ermunum, þá er það bara komið frá, það er ekkert að frétta og svo býður þetta skemmtilega bara eftir manni, það er bara svona hvetjandi. Þetta er einum helgupóka náttúrulega sem komst ekki í sölu hylluna át af einhverju uppbósi. Síðan er það Maja cardigan. Ég ætlaði náttúrulega að taka þátt í samprjóninu hjá Tjarna Dísum en bara klúðraði því rækilega því að ég er alltaf að gera eitthvað annað en að vera með. En mér langaði mikið til þess að gera þessa peysu. Þannig að ég er nýbúin að fitja upp á fyrstu erminni. Ofsalega falleg. Og í þessast Maja cardigan er eftir Helen Magnússon. Og ég keypti nú bara þessa uppskriftin á Ravelry. Og í hana ég byrjuð á erminni. Í hana er ég að nota þetta hérna garn úr snotru af því að ég er að reyna að forðast ístaksstöffið sem fer svo illa í mig. Og þetta er alveg sambarilegt við léttlópan. Þetta er hérna 100% organic ull.
það eru 150 metrar á 50 grammunum, gefið fyrir prjóna stærð 4 til 5 mm. Og ég ákvað bara að prófa það í staðinn og byrjuð hérna á fyrri erminni. Það er ekki eins auðvelt að gera báðar í einu á þessu, enda engin ástæða til. Og það er sletta af munsturprjóni fyrst og síðan er bara að auka út og klára ermina og gera hinna og fara svo í bólinn. Og ég reyni líka að nota hérna vífinn stífinn þar sem að ég get. Það er erfiðara í svona miklu útprjóni, en þá bara fel ég það eftir á. Það er ekkert mál. Ég hlakka rosalega til að sjá hvernig þetta garn kemur út, af því það er geggjað. Það er svona með þessa grófu áferð, það er rustic en miklu mýkra en léttlábein. Mér finnst leitt að geta ekki nota hana, en svona er það nú bara. Og ég veit alveg af Þingborga lópanum, ég hef gert úr honum, ég á bara eftir að, líka gaman bara að versla í heimabyggð stundum. Það er ekki eins og maður sé að þvælast eitthvað þessa dagana. Nú, þá er ég búin að sýna ykkur það sem ég er svona að vinna í núna. Þetta fer ekki neitt, þetta er bara þarna. Nú, svo á döfinni það eina sem að er núna er að fitja upp á flóð og fjöru. Ég er búin að prenta út uppskriftina, á eftir að vinda upp hespuna geggjöðu og finna mér svo eitthvað í kögrið, pottið það og það. Finnst það geðveikt. Og já. Mér finnst þetta bara alveg hæfileg í þessu. Arski. Síðan það sem að datt í pokan er áskriftapakkin í apríl. Það er garn frá Vatnsnes sem er sérstaklega litað fyrir uppskriftina vor sem fylgir með, sem minnum á ég átti að sækja hana. Og það kom popp með cheddarbragði, það er búið. Og þetta er sérst merino, kasmír og nælon. 80% merino, 10% kasmír og 10% nælon. Mjög svona fallegt og ekkert eitthvað crazy. Hvað stendur hérna? Slúpi. Já, það er allavega mjög fallegt. Það er ekki alveg nú. Og svo líka þessi hérna gaur. Og ég hugsa ég prófa að gera þessa uppskrift með því, en geymi þessa í eitthvað annað. Af því að, já. Og þetta er sérst Eden Cottage yarn sem að hún er eddaði með í litnum sand. Whitfell Chunky, 100% baby alpaka. Og þetta er 100 gram og 100 metrar og gefur fyrir nálastær 5,5 til 6 mm. Handþvottur. Hún þarf að kýtla lópanum. Og síðan fekk ég mér auðvitað heimferðarsetti. Ég man ekki hvort ég var búin að sýna ykkur þetta. Prjónafélagið. Ofsalega krútlega og falleg. Það var svo sem ekkert á leiðinni sem ég veit um, en alltaf gaman að eiga fallega bækur og bæklinga. Svo stóðst ég ekki móti. Svo ætla ég líka að fá mér 52 Weeks of Shawls sem er að fara að koma. Þessi er guðdómleg. Þessi fer nú bara inn á sófaborð, sko. Ég geti bara lagt allt frá mér og bara prjóna þær allar. Það er erfitt að sýna eitthvað því að alltaf uppskriftir að klína sér. Eðlilega, ég ætla að sýna ykkur þessu sem ég langar að byrja á. Hvar er hún? Auðvitað hefði ég átt að vera mjög pró og vera búin að setja merki með það eða eitthvað,
Ég bara ekki pró. Og svo náttúrulega alveg geggjuð þessi Thistle sem framan á bókinni. En svo önnur hérna og ég held að séu litirnir sem að garga á mig þar. Óbóðslega helguleg. Það er þessi hérna. Hún heitir Rosehip. En fyrst og fremst hún bara óbúslega falleg. Peysublæti svaka eitthvað mikið núna ennþá í mér. Afsakið. Síðan ég búin að sameina eins og ég sagði í upphafi, töskurnar og snáka dæmið af því að það bara einfaldara þannig. Og það eitthvað eftir ennþá töskum og snákum. Þannig að þið bara endilega kíkja á það ef hafið áhuga. Annars erum við búin að vera náttúrulega í framkvæmdum, of course. Helgina fyrir páska þá tókum við stofuna og sjónvarpsherbergið, já. Við vorum, svo sem þau fluttum hingað, þá var strax tekin ákvörðun að fá annan sófa og það bara búið að fara að taka sinn tíma að hvað löggan að rúta fram og tilbaka. Já, búið að taka sinn tíma að finna hann, en hann kominn og við ákváðum í leiðinni að mála og veggfóðra og gera bara geðfínt, ógeðslega ánægð. Og þannig að það átti að vera páskaverkefni, en við erum uppöfum því að fyrr, einfaldlega því að það var bara meiri tími út af þessari COVID-lokun sem varð, og þá bara fínt að ég hafi útrás í einhverju öðru heldur en þegar ég kemst ekki á æfingar og svoleiðis. Þannig að við erum uppöfum því af nokkru dögum. Afsakið. Erum bara að bíða eftir loftljósinu og þá það alveg frá. Síðan var tekin ákvörðun í húsinu, þar sem eru 3 íbúðir, að taka stigaganginn í gegn af því að hann var bara mjög sjúskaður og þreyttur og við létum skipta glugga og gler í vor, þannig að það var öll fúkalykt farin úr garðinum, úr ganginum og þannig að maðurinn minn, hann múraði það sem þurfti að múra í kringum þá að innan og við gengum frá því öllu. Síðan málaði ég allt heila klappið og þetta er svona þannig stigagangur að sums staðar rennur loftið inn í vegginn. Þannig að maður þurfti að vera svolítið með á hreinu hvað maður var að gera. Hvort maður var að mála aftur yfir eitthvað sem maður var nýbúin að mála og þannig að það var bara sami litur á lofti og vegginn, þess að einfalda það allt. Allt gert hvítt, það var dekkra á leiðinu upp á 3. íbúð, en bara við það að mála það hvítt og þá birti bara niður allan stigaganginn. Og síðan þurfti ég að pússa svolítið upp gólfin frammi. Það var sérst á leiðinu upp á þessari 3. íbúð og þá var ennþá lím og leifar af gömlu fyllteppi, þannig að ég slípaði það allt af og síðan settum við bara epoxy á allan stigan og pallana. Og núna á eftir ég að fara að setja flísar í andrið sem er fyrir framan íbúðuna á 1. hæð og þá svo fúa ég á morgun og þá bara stigagangurinn reddi að innan og síðan erum við búin að hafa tilboð í steypuviðgerðir, múr og máleri að utan og það verður gert í sumar. Þannig að þá þetta orðið bara geggjafínt og eins og almennilegu mannabústaður af því að húsið lítur hræðilega illa út að utan eins og sagði standa, en það kemur. Síðan þegar maður að setja svona epoxy þá, og eins og í okkar tilfelli þá var eiginlega alveg gefið að þyrftum að fara 3 umferðir og þetta þess eðlis að fyrstu 8 til 10 tímana eftir að þetta setta á þá má ekki ganga á þessu, eða helst ekki.
Þannig að þessi í risinu var bara að gjöra svo vel að flytja heimann og meðan og ég kláraði þetta á föstudaginn en hann er ekki ennþá komin heim. Hann hlýtur nú að fara dett í hús, hann svo sem býr í viku í bænum og viku hérna. Þegar hann er ekki með drenginn sinna þá er hann í Reykjavík með aðstöðu þar. Þannig að hérna við fundum sérst heppilegan tíma þar sem að hann geti verið í burtu og sem að virkaði fyrir mig líka. En svo snerti þetta að jarðhæðina í rauninni ekkert af því hún þarf ekkert að stíga upp í stigaganginn. Þannig á miðvikudagsmorguninn í síðustu viku það tók svona lengstan tíman af því það var skurðurinn og allt þetta og þarna á leiðinu upp á 3. hæðina þá var náttúrulega bara niður í bera steypu og hún drakk svolítið epoxíð í sig og það var þess vegna sem við þurftum að fara 3 umferðir, annars hefði 2 dugað. Og svo fer ég bara að heiman á miðvikudaginn þegar ég er búin að þessu og held til hjá dóttur minni og systur minni og þegar seinnipartinn á miðvikudaginum þegar ég hjá systur minni þá fæ ég SMS frá sóttvarnarlækni að ég eigi að koma í sprautu á 5. eftir hádegi og þannig já, fínt, ég kemur svo bara heim hérna kvöldið og svo rúlla ég umferð númer 2 á 5. Fer til dóttur minnar og svo til systur minnar og svo fer ég í Pfizerinn og fer svo í nudd í framhaldi af því. Svo þegar ég kem heim þá er ég náttúrulega bara steinleiki bæði eftir nuddið og hérna sprautuna. Ég steinlá ekkert, ég hins vegar bara leið rosalega skringilega. Fer fljótlega hausverk og handleggurinn sem að ég var sprautið var óbúslega þungur og þannig að ég tek bara Panodil og tek svo kvöldlyfin mín og ætla svo bara að sofa þetta úr mér. Ég bara svaf ekkert úr og komst að því svo daginn eftir að það getur verið aukaverkun. Ég náði kannski 3 tímum samtals og ég fór fram úr ekkert tíðan nóttina til þess að taka verkjalyf af því það mér var ógeðslega illt í hendinu og þegar ég stóð upp þá var hún svo þung og ég hugsaði bara góður þarf ég að vera bara í fall. Nema svo er ég nú mikið hressari á föstudagsmorguninn en var það búin að ákveða að mála mig inn í íbúðina. Þetta var síðasta umferðin og maður kom upp á lag með að vinna með epoxíð. Þannig að ég málaði mig bara upp frá jarðhæðinni og upp að minni íbúð, fór svo upp á efstu hæð og málaði mig niður og svo inn í mína íbúð. Þannig að ég gat bara tekið í rólega og hrist þessa sprautu úr mér en fekk svo kvef í kaupetti. Smitaði manni minn og kom svo að ég hálfu skæinu með þetta og enginn með COVID. Þannig að við letum kanna það og það var ekkert. Þannig að við erum bara búin að vera að lufsast hérna. Þurfti reyndar laugardagsmorguninn að fara fram og rífa málingateipið af veggjónum og bletta þar sem að epoxí er svolítið dögulegt að smjúga undir ef hann ekki alveg renni sléttur og mann ekki að nutta málingateipið alveg upp á vegginn. Þetta er náttúrulega gamalt hús og þannig að ég var í nokkra tíma að dunda mig við að klára það og svo sem allt í lagi. Og síðan lá fyrir svona pínu projekt í forstofunni hjá okkur sem við gengum í og græjum og já, svo erum við bara búin að taka það rólega og svo langt síðan ég fengi eitthvað svona kvef og vera svona slöpp af einhverjum hefðbundnum veikindum að maður, já, við ætluðum að fara í fyrsta leikfimitíman í morgun og fórum ekkert síðustu viku af því að ég vildi ekki vera með haspurur í þessari stigavinnu en við ábókuðum okkur seinnipartinn gæra því að það er bara ekkert sniðugt að fara að djöflast eitthvað svona slappar kvefaður. En við sjáum til í fyrramáli. Þannig að núna er ég bara að fara að klæða mig í drullugallann og skuttla þessum flísum niður. Og svo kem ég bara upp og vinn þetta vídeo og skuttla því inna og hlakka bara til að hitta ykkur á skjánum. Og það er nú engin merki að ég, sem segja það að ég ætti ekki að geta verið hérna eftir 2 vikur en skulum ekki alveg, gæti allt fara að reiðlast út af vorinu og því. En samt ekki, ég veit ekki til þess að ég sé að fara í eitthvað
meira hjá Steven, en ef það verður þá er það bara gaman og væntanlega ekki svona þú veist, ég er væntanlega ekki fara að taka svona eiginlega 3 verkefni í beit eins og ég gerði núna síðast. Og þannig já, eins og ég segi, ég á ekkert von á öðru en að við hittumst hérna að 2 vikum liðnum og ég þakka bara kærlega fyrir áhorfið, óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.